Nei, ég man ekkert frá seinni heimsstyrjöldinni, sko. Eina sem að ég man, að þegar ég var lítill, ég ætli ekki verið svona 2-3 ára, þá áttum við heima í Heimaskaga sem var hérna niður við höfnina, það er búið að rífa þetta núna. Þá man ég eftir hermanni labba fram hjá tröppunum með hjálm og það er eina, það var breskur hermaður, hann var á vakt þarna niður. Þetta er eina sem ég man af þeirra heimsstyrjöldinni. Mér fannst það rosalega skrítið fyrst. Ég kaus hann ekki og mér fannst þetta svona svolítið út í bláinn að vera kjósa konu, en mjög fljótlega þá fannst mér standa sig alveg frábærlega, alveg örugglega. Það hefur haft mikil áhrif bara á viðhorf bara allra til kvenna eftir þetta. Hún var alveg frábær, hún Vigdís. Þá voru konur bara eiginlega heima, það voru bara mömmur, áttu að vera heima og passa på börnin og húsið og matinn og þetta. Og þannig var, þegar ég var ungur, þá var þetta almennt viðhorf til kvenna. Konur áttu að vera heima. Það var ekki fyrir dálítið seinna sem að konur, já, það kom með heimsstyrjöldinni líka svolítið, að þá fóru konur að vinna meira úti. Og það kom líka með Vigdísi og þess að kvennabaráttu sem yfirli. Konur fóru að vinna meira úti, taka þátt í hérna, já, bara í fyrirtækjum og öllu öðru. Það var breytingin. En þegar ég alast upp, þá var staður konunnar heima. Ég man eftir kvennafrídeginum, en þá var ásarhór, sko, ég fór ekki náttúrulega. Og það er það eina sem að ég veit, að það var konurnar voru gerð uppreisn. Hún breytti svona, eins og ég segja, að konur fóru að vinna meira sko út frá heimilinu. Það voru ekki bara alveg bundnar og það var líka það vantaði, sko, það var meiri vinna, það var meiri peningur og það fólk var farið að gera meiri kröfur og þá fór konurnar að vinna úti. Það þótti bara við sjálfsagt þegar það svona eitthvað staðið. Já, ég man eftir því, mér fannst það rosa gaman. Já, mér fannst það alveg, þetta var súper. Ég er náttúrulega tæknifrík, sko, ég er tækjafrík og tæknifrík. Og fyrsta tölvan sem ég eignaðist, það var svona eiginlega hálfgerð leikjatölva. Hún hét Saint Clair, minnir mig. Og það var 79, árið 1979, þá eignaðist ég mína fyrstu tölvu, getur við sagt. Mjög mikið. Ég lærði rafvirkjun og þar náttúrulega kom tækni inn í hægt og þróandi. Og síðan fór ég að vinna þegar ég var búinn að læra og þá fór ég að vinna niður í Steinhúsverksmiðju sem rafvirki. Og þegar fyrst ég tók þátt í að tölvuvæða í rauninni svona, þá komna þá svona stórar IBM-tölvur fyrir bókhald, en svo síðan var tölvuvædd og það gjörbreytti lífið mínu. Ég fór að vinna við tölvur og var svona tæknimaður hjá Steinhúsverksmiðju. En þú getur farið aftur tilbaka í tímavél. Viltu sjálfa þig þegar þú varst á þessum aldri, svona nýjum aldri. Já. Hverju myndir þú breyta og hvað myndir þú segja? Ég hugsa ég myndi nú ekki breyta miklu. Það eina sem ég myndi breyta og segja það sjálfa, við læriðum meira. Það var nú eiginlega það eina sem ég þráði, ég sé eftir að hafa ekki lært meira í bara faginu mínu, eða tækninni. Ég myndi segja það við mig, bara halda áfram að lifa lífinu, læriðu meira. Láttu draumar rætast með þá. Og hérna, að öðru leyti þá myndi ég bara vilja hafa þetta eins og þetta er búið að vera. Hvaða ráð myndir þú gefa mér eða næstu kynslóð? Ég myndi segja við þig, vertu bara þú sjálf. Haltu áfram á lífsins eins og þú ert núna. Haltu bara áfram að vera þú sjálf. Vertu heiðarleg og hreinskilin og læriðu vel. Það er alveg grunnurinn að læra betur. Og hérna, já. Ég myndi ráðleggja að lifa svona eftir þessari meiri gullnu reglu. Að hérna, eins og ég hef gert. Og veit að þú myndir gert það.